Ég sá ykkur ekki þarna. Ég ætla að segja ykkur smá sögu frá skipi sem hét Mayflower. Það var á því herrans ári 1620. Stéttaskipting mikil á Englandi. James, fyrsti konungur, ræður lögum og lofum og þorri þjóðarinnar lifir í sárri fátækt. En það ljós í myrkrinu. Eina 5.000 til 6.000 kílómetra í burtu Ameríka, full af fæði og frjálsræði, sem náttúrulega bara æði. En hvernig átti fólkið að komast þangað? Nú, með skipi. Þannig að þann 7. september 1620 lagði seglskipið Mayflower í ferð sína frá Plymouth og Cornwallskaga á Suður-Englandi þvert yfir Atlantshafið. Áfangastaður Virginia. Skipið hafði 3 þilför. Á aðalþilfari, main deck á ensku, var káeta skipstjórans Christopher Jones. Á byssuþilfari, eða gun deck á ensku, voru vistarverur farþeganna. Á farmsþilfari, cargo hold, hafði fólk vistir sínar ásamt hergögnum ef skekkinni á óvinveitt skip myndi koma. Farþegarnir voru 102 pílagrímar og 25 til 30 áhafnarmenn. Við gera... Lundúnir. Já, hvað var ég? Farþegarnir voru 102 pílagrímar og 25 til 30 áhafnarmenn sem gera allt í allt 130 einstaklingar. Lífið borð var ágætt en tilbyrðingarstöð og geti ímyndað mér að landkrabbarnir borð hafi ei verið þeir sjóhlustustu. En Atlantshafi refsar og óveður skella á. Alltaf stendur þá Mayflower blýspert og myndar rákir á annars yfir afföðu. Vatnavistir eru á skornum skammti sem á veður og vindar hafa skaðað skipið. Eins gott að ég nóg á brauði. Hérna Plymouth á Englandi, þaðan sem skipið Mayflower sigldi. Það sigldi alla leið hérna þvert yfir Atlantshafið og hingað og stofnaði Plymouth Colony eða Plymouth nýlendu.